erum við bara að rúlla. Framhaldsskólinn á Laugum bara eins og stór fjölskylda. Allavega þegar ég var þar þá gátu allir fundið sér eitthvað við að vera, hvort sem það voru íþróttir eða einhvers konar annar nördaskapur, hvort sem það var útvarp, sjónvarp eða bara vera út að reykja, sko. Það var sport á. Ég kem úr Mývatnssveit og það var ekki boðið upp á 10. bekk, þannig við vorum send í Laugaskóla og þar kynntist maður krökkum frá Hrísey, Bakkafirði, svo laumuðust þarna inn krakkar frá Dalvík og Vestmannaeyjum sem hlutu að hafa bara gert eitthvað af sér því annars hefði ekkert verið send þangað. Og á fyrsta ári ákvaði ég að fara í Laugaskóla bara því að þetta var bara orðið eins og fjölskylda, þetta voru manns bestu vinir. Þegar ég var á Laugum þá var slatti af tónlistarmönnum og upprennandi tónlistarmönnum. Ég ætlaði að vera bassaleikari en það vantaði ekki bassaleikara en það vantaði þessa trommuleikara. Þannig ég tók það að mér að vera trommuleikari í hljómsveitinni Lísa á leið í meðferð og annarri hljómsveit sem hét Kynórar Kristófers. Þar sem ég steig minn fyrstu skref á ballmarkaðnum og þarna var ég 15 ára gamall. Og þetta var bara mikið ævintýri og félagslíf á Laugum almennt mjög skemmtilegt. Maður gæti alltaf fundið sér eitthvað, við gætum búið til klúbba utanum nánast hvað sem er. Bara ef við datt eitthvað í hug þá var bara fundið einhver kompa til þess að búa til félagskap utanum það. Ég nú þannig, ég fæ svona 100 hugmyndir á dag. Þannig að Laugaskóli var rosalega fínn svona fyrir mig til að leyfa þessum hugmyndum að fá allavega smá vængi og brotlenda svo aftur. Varðandi minn eigin feril sem tónlistarmaður þá var Laugaskóli klárlega mjúk vagga til að pröfa alls konar. Maður gæti fengið að pröfa að syngja, maður gæti fengið að pröfa að spila á gítar, bassa, trommur, hvað sem er. Og einnig bara gjörningar á öllu tagi. Það voru haldnar þarna árshátíðir og svoleiðis og vistirnar sá skemmtiatriðin og ég segi alltaf að ég mæli hiklaust með að senda barnið á Laugar. Það verður klárlega haldið vel utan allt saman og tekið vel á móti. Og allar aðstæður fyrir fólk sem lítið í sér sem og með stóra drauma velkomið.